velkomin í Hina Reykjavík. Í dag ætlum við að ræða rasisma. Ég heiti Sanna Magdalena Mörtudóttir og hingað til mín í þáttinn eru antirasistarnir komnir. Hópur ungra kvenna er rétt að, hvernig kannski best að þið bara kynnið ykkur sjálfar. Þetta er sem sagt hópur sem heldur uppi fræðslu inni á Instagram, fræðslu rasisma. Kannski ef ég byrja á þér, Jóhanna, hvernig aldur og nafn, hvað Já, ég heiti Jóhanna og ég er 17 að verða 18 á árinu og ég nota fornafnið hún. Og svo Kristína. Fyrirgefðu, Anna. Sorry. Já, ég heiti Anna og er 15 ára, að vera 16. Já, ég heiti Kristín, ég er að vera 19, ég er 18 og 19 þessu ári. Og ég heiti Valgerður, kallið Vala og er 18 og 19 og þetta líka fornafnið hún. Já, ég nota hún fornafnið líka. Já, ég nota líka fornafnið hún. Frábært, fyrirgefðu, ég kallaði Kristína. Það er Kristín. Og þið eru með Instagram reikningin antirasistarnir. Hvernig kom það til og hvað fjallar heimasíðan eða reikningurinn Anna? Ég segi Jóhanna tekur þetta, hún svona stofnaði þetta eða kom okkur svona saman. Sem sagt, antirasistarnir er síða sem bara fjallar rasisma, talar rasisma, hvernig rasismi og útlendingahatur hefur áhrif á okkur ungu kynslóðina og bara hvernig hann er fjölbreyttur. Og síðan byrjaði þess að þannig bara, við vorum komin að nóg af rasisma á Íslandi bara, og það er rosalega lítið samtala umræða þetta og við vorum bara vitum að byrja þetta, það er einhver að byrja þetta, þannig af hverju byrjum við ekki þetta bara. Og þá fékk ég þær með mér í lið og bara eitthvað, ef ekki bara stofna einhverja síðu sem fjallar rasisma og við héldum aldrei að þetta myndi verða jafn stórt þetta var, sko. Nei, aldrei nokkuð tíma. Við erum fyrst að svona margir myndi hlusta á okkur, en við erum mjög ánægðar með þetta, sko. Viljið þið bæta einhver inn í, eða? Nei, ég reyna ekki bara, við erum líka bara að reyna að fræða fólk hvernig geta verið til dæmis betri bandamenn og svona. Til þess að hvernig geta sýnt okkur stuðning að vera með okkur í þessari baráttu. Og líka bara hann að hendin en að þetta er náttúrulega fyrst og fremst vettvangur litara aðalega á Íslandi og við viljum líka þau geti einmitt sagt og koma sinni reynslu fram. Já. Fyrir fólk sem er að hlusta og veit ekki hvað bandamaður er, getið þið útskýrt hvað bandamenn gera? Hvað er að vera góður bandamaður? Það er svona ally, er það ekki? Jú. Sko er orðið ally en að vera bandamaður er bara að standa í baki og vera með í baráttunni gegn rasisma, að ef þú heyrir af rasísku atviki þá myndi þú fara og tala við aðilana og geta verið til staðar, ekki fara til svörtu vinkonunnar, hei, ég heyri þessu. Það er lítið einstaklings. Já, lítið einstaklings. Heyrðu, þessi var rasísku, í staðan bara hefði þú getur verið og farið bara strax upp með mannski, bara hei, þetta er ekki lagi, ekki gera þetta er ljótt. Ég vil líka bara í rauninni að taka slaginn í staðinn fyrir að fara, eins og Vala sagði, að fara til aðilann sem er litaður, að bara vera tilbúin að taka slaginn og koma sér inn í þessu óþægilega aðstæður af því að við erum búin að þurfa að upplifa þessar óþægilega aðstæður alla okkar tíð. Þannig að bara pröfa, ekki endilega pröfa, heldur bara koma sér inn í þær óþægilega aðstæður og vera aðeins í þeim, skilur mig. Og standa upp fyrir því sem maður vil standa fyrir. Já, líka hluti af því að vera hvítur bandamaður er líka bara að vera vita forréttindi sín og bara vera var við því að maður getur verið með fordóma, fattar mig. Maður verður að vita hvað þetta er forréttindi mín, ég tek endilega ekki eftir rasisma, jafnvel þó hann gerist og ég það bara læra og halda fram að mennta mig þetta og læra. Og nú er svona ýmislegt í samfélaginu, sjálf bara svona brún og blöndum uppruna, þá, viðbrögðin hafa verið svona ýmisleg þegar maður er að benda á eitthvað. Finnst ykkur, hvernig myndið þið svona lýsa íslensku samfélagi gagnvart rasisma? Þetta er náttúrulega risastór spurning.
Er þetta orðið betra? Erum við á réttri leið? Er þetta bara hræðilegt? Fer þetta eftir því, þú veist, hvar við erum stödd, þú veist, hvort við séum, ég veit það ekki, innan eldra fólk eða yngra fólk eða er með einhverjar skoðanir svona á þessu? Sko, þú veist, aldursmunurinn skiptir augljóslega mjög miklu máli. Við erum alveg að ná langt, ég meina þú veist, eins og til dæmis Chanel er komin í Kastljós sem er ógeðslega stórt afrek og er bara ógeðslega flott og þú veist, og hérna fólk er að fá sínar raddir að vera heyrðar og okkar reikningur augljóslega er komin með svo mörga fylgjendur að fólk er að hlusta og vill gera betur. En þegar maður fer yfir á, þú veist, eins og Facebook og bara svona fréttamiðla, þá er vantarlega flest öll skítkastin koma þaðan, sko. Og þá er það bara svona miðaldra fólk yfirleitt, stundum eldra fólk líka. En oftast miðaldra fólk sem bara leyfir sér að segja hvað sem það vill í gegnum þá fréttamiðla eða bara Facebook. Og það er bara svona, hvað segir maður, særandi vegna þess að þau bara svona leyfa sér svo mikið og það er bara svo ógeðslega leiðilegt, skilur, að þau bara koma sér upp með það líka. Og maður fer líka að hugsa bara, þú veist, eigum við alveg svona langt í land, þú veist, hvað þarf að gerast til þess að þau svona fara að endurhugsa svona hugsunarháttið þeirra. Og það heyrir ofta að vera að afsaka kannski eldra fólk, já, þau ólust upp á öðrum tíma, en þau eru búin að vera lifandi alveg sama tíma og ég og þú, skilur, þau ætti að geta evolvast með, þú veist, samfélaginu og tímanum. Já, sorry, ég heyrði ekki hvað það er, aðlagast yfir tímanum og árunum. En eins og ég segi, það er alveg, sorry, ekki sér. Ég ætla að segja svo, ég finnst líka, ég hef tekið eftir að það er líka innan yngri kynslóðarinnar, þar sem þeim finnst bara fyndið að djóka með rasisma. Þeir eru kannski ekki bara eins opinskátt með þetta en eldri kynslóðin. En jú, á sama tíma, sorry, nei, ég tek þetta tilbaka, þau eru eins opinskátt en þeir bara sína, á annan hátt. Já, annan hátt. Þetta er svo mismunandi, skilur, eldri kynslóðin er kannski minna í djókunum og þannig, en á meðan, þú veist, eldri kynslóðin eru bara, heyrðu, þið eru bara, þú veist, nekkarar, það með bara fara aftur heim, skilur, á meðan yngri er bara svona, haha, útlendingur, durru, eitthvað svona, þau eru meira í svona djókunum og nota niðurandi orð og svona. Ég fela ekki bara rasismann í gríni, í rauninni. Já, þetta er náttúrulega ekki grín. Já, þetta er ekki húmor, sko. Það er kostnað okkar, alltaf. Já, mér finnst líka bara svona viðbrögð Íslendinga við rasisma, þú veist. Já, ég er takklega þessi Íslendingur en svolítið flókið samband. En viðbrögð Íslendinga við rasisma, eða þú veist, þegar við fjöllum rasisma, þegar við tölum rasisma er svo oft bara það er engin rasismi hérna með við í Bandaríkjunum eða það er svo mikið rasismi hérna og þú veist, af hverju þið að kvarta, þú veist, við viljum ekki bara fara heim til, þú veist, Afríku aftur þar sem það er fátækt og eitthvað þannig, en þið eru svo heppin að vera hérna á Íslandi og þú veist, þú ert svo heppin að vera með íslenska ríkisborgararétt og þú ert svo heppin að mega búa hérna. Og þetta er alltaf sem viðbrögð, þið vilja aldrei tala actually vandamálið, raunverulegu vandamálin, þetta vilja þið bara frekar tala þú veist, af hverju ert þú að kvarta? Þú lifir að þú átt að vera þakklátt. Já, þú átt að vera þakklátt, þú veist, já, þú veist, ég kannski ekki endilega fattar með, þú veist, það er ekki beint svona lífshættulegur rasismi hérna, en þú veist, það er rasismi sem kannski svona, maður tekur ekki beint eftir og svona minna svona í andlitinu á manni, en þú veist, samt alveg rasismi sem að, þú veist, þarna sem að getur, þú veist, leitt til þess að leita fólk eða fólk með svona erlend nöfn, þá er kannski minn líkur að þau muni fá atvinnu og það bara þau eru með erlend nöfn og svona þannig er rasismi, fattar mig. Þannig að það er alltaf bara sama þú ert svo heppin að vera ekki þarna, þú ert svo heppin að vera ekki þarna, fattar mig. Líka þótt að þetta sé ekki eitthvað klikkað, þótt að þetta sé oftast svona öráreitni, þá er þetta samt að hafa djúp andleg áhrif. Þú veist, til lengri tíma þú ert að heyra annað hvern dag að þú er að fara heim eða alltaf fólk eitthvað oh my god, snertir hárið eitthvað leiðis og svona. Þetta verður þreytt og þetta verður særandi. Og svo einmitt, ef það er hérna öðröðni þá, þú veist, á endanum myndi springa, þú veist, ef það er endalaust verið að pikka í þig, endalaust, þá myndi springa og þá getur fengið stereotypuna og sért svo angry black woman, þú veist, þá getur það komið inn í. Vá, akkur er þetta pyrrið yfir þessum einu litla hlut, þú veist, akkur er satt fólk eitthvað svona pyrrað, akkur þurfa alltaf svona pyrrið, eða svona, þú veist, bara akkur get ekki bara tekið hlutunum, en þá ertu kannski bara búin að springa og bara komið með nóg.
Alveg, ég var nú bara að spyrja þig hvaðan þú ert. Þú ert bara með svo fallega brúna húð. Ég var nú bara forvitin. Algjör óþarf að taka þessu svona illa. Það er bara, ég er búin að svara svo mörgum hvaðan ég er og það er bara úr Breiðholti. Ángríns. Einmitt. Hvernig já, mamma mín, hún var svo vön að fá þessu spurningu að þegar ég skipti skóla innan hverfa í Reykjavík að kennarinn spurði eitthvað svona, já, og hvaðan er hún? Mamma mín er sem sagt hvít og pabbi minn, hann er frá Tansaníu í Afríku og kennarinn spurði eitthvað, já, hvaðan er hún? Og hún eitthvað, já, pabbinn hann er frá Tansaníu og kennarinn alveg, já, nei, ég er að spyrja bara hvaða skóla hún er að koma frá. En maður er svo vanur og bara í hennar gír. Maður fer alltaf beint í þetta, einmitt. Ég fæ spurningar hvaðan ég er, þá er oft að svara eitthvað skæðar frá Nígeríu. Þannig nei, ég bara, hvað bæjarfélagið er að koma úr? Já, bara hvað hverfi? Maður veit aldrei hvort maður er að svara. Það hefur aldrei gerst við mig. Alltaf eitthvað, hvaðan ertu? Það er bara, ef ég segi Ísland, það er alltaf, hvaðan ertu? Það er því alvöru. Þú veist, ég veit alveg, ég er svona, þú veist, ég segi svona Ísland bara svona til þess að, þú veist, hrækja smá fólk, þú veist, ég veit alveg hvað það er að spyrja í alvöru. Ég bý eftir að fá, ég ætla bara að spyrja hvað ertu, já, ég er frá Íslandi. Nei, en hvaðan ertu samt? Já, Gráfarholtinu. Og svo fæ ég, en já, hvaða landi kemur frá? Já, Nígeríu. Það er frá Nígeríu. En hvernig finnst ykkur svona skólakerfið vera í stakk búið til þess að taka á móti rasisma? Er skólinn að gera það vel? Nei, ég hef ekki séð neina forvarnir eða neitt sem að á mínum árum sem ég er búin að vera í skóla, sko. Ekki búin að segja neina breytingar eða neitt þannig, sko. Ég held að það hafi verið sorry Anna. Nei, sorry, ég sko. Okay, ég held að það hafi verið ein fræðsla sem svona blandaði öllum fordómum saman og bara þau hentu bara öllum fordómum saman í eina fræðslu í svona 7. bekk. Og þetta var bara, þú veist, þau voru að tala um rasisma, sexisma, þú veist, bara alla fordóma í heimi í 40 mínútna tíma í 7. bekk. Og þú veist, þetta var svona þetta nægir ekki, fattur mig. Sérstaklega í þessu fattur mig fjölmenningarsamfélagi sem er að myndast frá Íslandi. Þannig að, já, mér finnst það bara ekki mikla forvarnir eða fræðsla eða neitt. Það myndi líka mjög sammála, þú veist, það var hjá okkur var það, þú veist, í hvernig allt grunnskólakerfið í svona, við sko fengum, það var valkvætt að fara í kynjafræðslu og það var að tala rasisma aðeins. Og svo var einu sinni ein kona sem kom til okkar og fræddi okkur rasisma en hún var náttúrulega ekki svört, þannig að það var mjög erfitt að hlusta á hana og þá blandaði með rasisma og fötlun saman. Það bara hentu sér saman og svo bara þegar við tala rasisma þá sagt bara já, við erum ekki alveg eins. Búið. Já. Skólakerfið hefur alveg brugðist manni á vissu leyti þegar kemur að rasisma og það er mér lífið svo sama hvað, þau heyra kannski krakka segja annarið eða segja annarið sjálf og það er ekki gert neitt við því. Það er bara já, ok, það er bara að segja þetta stopp. Ég held alveg líka svona, sko, við fórum sko á fund með kennarasambandsins og þá fengum við að heyra eftir því á fundinum þá vorum við að tala um hvað væri leiðilegt að notast við n-orðið þegar við erum að lesa bækur eða þannig, þú veist, okkur er alveg saman í hvað samhengi n-orðið er að koma, þú veist, bara ekkert að nota það, hvítur Íslendingur, skilur mig. Og þá var verið að láta vita að einn kennarinn úr Garðaskóla var bara, já, mjög flott þið voru að tala um það, því ég vissi það sjálf ekki að þetta væri særandi. Og þá bara þarf greinilega bara að fara í alltaf skóla landsins eða bara búa til svona forvarnarmyndbönd og láta kennara gera svo að hlusta á þetta og vita betur því þú veist, þeir eru fyrirmynd barnanna. Ef þeir nota n-orðið þá vantilega að halda barnið, ok, þetta er í lagi, þá ætla ég bara líka að nota n-orðið, skilur mig. Og þar af leiðandi bara er þetta svona fléttast þetta saman þar til að það verður engin endi á þessu ef enginn ætlar að koma og slíta fléttuna eða losa hana eða eitthvað. Sorry, Jóhann, ætlaðu þú að segja eitthvað? Nei, ég skal leyfa þér, þú vant og svo skal ég segja. Ekki að segja? Ok, ég mun ekki gleyma þér, sorry. En ég ætla að segja, mér finnst líka vanta fjölbreytileika innan kennara. Við erum í MH, Stína og Jóhanna, og ég veit ekki einn litaðan kennara í skólanum. Sem er mjög leiðilegt, þetta er með lita fólk, ég veit að fullt af kennarar sem eru
það er fullt af fólki sem gæti verið kennarar litaðir en ég veit ekki af hverju er ekki verið að ráða með lýðræðis, erum við ekki verið að ráða þá í þetta, í menntaskólastigið, eða þau bara settir í grunnskólakerfið? Það gæti kannski verið að þessu, en kennararnir hafa kannski bara ekki átt góða reynslu með grunnskóla eða menntaskóla eða eitthvað, mögulega vegna rasisma eða eitthvað, þannig þau eru ekki að fara að vera eitthvað, ég skal náttúrulega vera kennari eftir að hafa átt umöðulega reynslu, en ég veit það ekki. Jóhanna? Nú er ég bara að hljóða að ég ætla að segja. Já, svo ætla ég að segja með, eins og námsefnið í grunnskólum og menntaskólum, það er bara stundum rosalega úrelt, fattar mig, og bara hvernig orð eru notuð í bókum, fattar mig, þannig ennþá notast þau, fattar mig, indjána og eitthvað þannig sem ég skil ekki, sko. Ég var að lesa bók sem var einhvern veginn, hún svona örugglega prentuð út á hverju einasta ári en það bara nennir enginn að breyta henni og það er bara orðið eins og indjáni og bara alls konar ógeðslega gömul orð sem að er ekkert, nú sem er rosalega úrelt og svo eru bækur eins og To Kill a Mockingbird er einu vinsælasta bókin í menntaskólanum ennþá 2021 sem ég skil núll, bara ég skil ekki neitt af hverju það er ennþá bara vinsælasta bókin í menntaskólum og svo er bara svona bara myndir og svona hvernig þú kennir að nota orð og eitthvað, segja ennþá, nægri til þess að lýsa svörtu fólki og eitthvað þannig, mér finnst það bara, þetta er svo úrelt að það er bara erfitt að horfa upp á þetta, sko. Mér finnst líka að það eru kvartanir yfir þessum bókum. Ég hef kvartað yfir þessum bókum, mér finnst To Kill a Mockingbird náttúrulega bara mjög mikið white savior bók, eða bara það er hvíti riddarinn sem bjargar svörtu manneskjunni. Og með að segja það n-orðið og nægri, það fólk veit betur og það væri ekkert mál að fara bara yfir námsveitið sem maður læra og bara taka út nokkur orð. Það er ekki flóknara en það til að láta öllum líða vel í kennslustofunni. Að enginn þurfa að upplega það að lenda í einhverju rasisma eða einhverju ljótu. Finnst ykkur ábyrgðin sé dálítið sett á, ykkur líka að vera að útskýra, fyrir fólki? Þetta er einmitt líka, Google er til, það er hægt að afla upplýsinga, það er hægt að skoða þetta, en það er alltaf einhvern veginn bara eitthvað svona, móðgast yfir þessu, já, þú þarf bara að útskýra fyrir mér af hverju þetta er svona móðgandi, eða það er kannski líka dálítið svona ennþá staðan, maður hefði haldið að fólk væri bara svona upplýst, en það er greinilega ekki staðan, eins og sést með, Það er bara 100% þannig, þegar maður fer svona, þegar maður svört manneskja í svona, ekki svona hvítu svæði, heldur bara svæði þar sem það er svo mikið af hvítu fólki, þá er það bara sett bara öll ábyrgðin á mann sjálf og maður bara, ok, ég þarf að fræða alla hérna og meira sér frá öðru fólki, þá er það svona, ok, það er þín ábyrgð að fræða alla eða það er þín ábyrgð að skamma alla og það er á þinni ábyrgð að gera þetta hitt. Við ætlum ekki að gera neitt. Við ætlum kannski að styðja smá við þig en bara þegar það er þægilegt fyrir okkur en annars er öll ábyrgðin þín og allt það sem gerist sem er neikvætt er líka þinni ábyrgð, fattar mig. Þannig að já, mér finnst það rosalega mikið að ég þurfa að fræða, við þurfum að fræða, hérna erum við búin að búa til plattform til þess að fræða þannig að mér finnst ekki eitthvað hræðilegt að fólk spyr mig en þegar ég var svona yngri og ég var ekkert, ég var bara krakki, fattar mig. Það var svo mikil ábyrgð að tala rasisma og tala hvernig það að vera svört hafði áhrif á mig og þannig. Þannig að ég minnst 100% það. En hvað svona, já, til að sporna við þessu í skólum, það er náttúrulega fyrst og fremst fræðslan, að hún sé til staðar og að bara uppfæra kennsluefnið og en mér langaði svona kannski að lokum að spyrja ykkur út í Instagram-reikningin ykkar, hvernig hafa viðbrögðin verið og hver eru svona helst að leita inn á síðuna, sjáu þið það eitthvað, hvaða einstaklingar eru svona kannski helst að bregðast við og já, ná í upplýsingar þaðan? Stærsti hluti fylgjandi okkar eru konur á aldrinum svona 15 til 25 og já, það er alveg stór prósenta, ég held að það sé, sko, ég sé það líka bara í daglegu lífi að þetta er eitthvað 70% konur sem eru að fylgja okkur og 30% kallar eða jafnvel minni prósenta og ég sé það alveg, strákar eru oft duglegri í að
vera með rasísku brandarana og vera með bara straight out ignorance, bara ákveða að hunsa að það sé móðgandi. Það þú veist, það er það sem ég er upplegað á þessum sé. Ég nefndi að skoða að það eru 82,3% konur og 17,7% menn. Já. Og aldurshópurinn er 18 til 24 ára. Það er 41%. En hvað var það spurningin? Viðskiptareikningin, þú veist hvernig verið að ganga þar, Já, mér finnst einmitt, takk fyrir. Mér finnst, það sem ég hef tekið eftir að þegar ég og Anna viljum að klára vinnu, erum að labba úr vinnu, eða labba í vinnuna, þá hef ég fengið að heyra frá fólki sem ekki við neitt. Já, þeir eru stelpur með andir aðganginn. Þetta er svo flott hjá ykkur. Það er bara við erum að labba niður í bæ, ég Stína lengur lendi í að labba niður í bæ, það sé bara, vá, þeir með þetta, takk kærlega fyrir hennar vetna. Þetta er svo flott hjá ykkur. Ég er ekki að heyra mitt eitthvað skítkast frá einhverjum bara eitthvað öskrandi að okkur. Ég hef ekki tekið eftir því. Þannig ég held að sé að hafa bara verið long overdue, eða bara, ég segi það í íslensku, en bara eitthvað sem var búin að bíða lengi eftir og loksins tók ykkur á slagi og ég er mjög stolt að hafa verið við. Já, ég er samt, sorry, hvað er það? Já, samt, nei, ég er búin að glemma hvað það er, sorry. Ég veit raunin ekki hvað fólk er endilega fisk eftir nema bara held í fræðslum, sko. Það er líka það notast, við erum núna að gera hlaðvörp, bara að minna á það, það er alltaf streymisveitum, þetta er hlaðvörp hjá okkur, það getur farið inn á. Það er komin í þáttu bara bráðum. En sko, kennarar eru alveg að notast við eitthvað hlaðvörpum okkar og fólk er að hlusta og með því að hlusta skilur á okkur tala og þá fræðir það sig ógeðslega mikið í leiðinni. Og ég held líka, eins og ég segja, að kennarar eru að notast við það. Ég hef heyrt að einhverjir kennarar hafi ákveðið að notast við hlaðvarpi í tímum og látið nemendur hlusta. Og stundum líka til dæmis þegar var hrekkjavaka, að þá var farið á síðuna okkar, tekið skjáskot af því sem við skrifum hrekkjavaku og það var sendið tölvupóstur út á alla kennara að þetta væri í lagi sem búningur, þetta væri ekki í lagi sem búningar. Svo frábært. Við gerum þetta póstum öskudag, en annars er það saman. Hvað sagði ég? Hrekkjavöku. Já, ég myndi öskudag. En það var við skal líka vera hrekkjavöku. Já, maður er að sjá svona hægt framfarir, fattar mig. Þú veist, ég sá þetta, það var Reykjavíkurborg sem gerði svona skjal sem var svona, hvað er svona þau vilja stuðla að í sambandi við hvað má og hvað má ekki í sambandi við búninga á öskudag eða hrekkjavöku, ég man ekki alveg. En já, og þú veist, þetta var svona, ég sá svona alveg, þetta var svona smá inspired frá, þú veist, okkur og eitthvað þannig. Þannig að mér er svo gaman að sjá svona framfarir, þú veist. Við fáum alveg eitthvað neikvætt eins og svona þegar við fáum eitthvað svona stóra framfarir og þú veist, þá er maður bara rosalega ánægð með þetta, fattar mig. Það var alveg hugsað bara ákveð, þetta er alveg það sem við erum þóttum að fá alveg stundum, ég hef alveg stundum fengið bara svona, viljum við hafa hana hérna því að hún er kannski bara verið með eitthvað vesen eða eitthvað svona, skilur. Ég hef alveg heyrt bara, ekki segja, nei, ég segi þetta, hún er brjálið, eitthvað svona. Þannig það er umlegt að heyra þannig, en svo þegar maður heyrir bara báðust, síðan eitthvað hefur hjálpað mér svo mikið, ég er orðið miklu fræddari eða mér líður miklu betur með húlítið minn eða eitthvað, þá, þú veist, það vegar alltaf út, sko, neikvæðina, Eitt af stærsta árakunum okkar er að við byrjum síðuna í febrúar í fyrra, eða bara snemma í fyrra, og í september voru búin að vinna verðlaun fyrir að vera frumkvöðlar. Sem er það bara klikkun, en ég er bara svo stolt af það fyrir að... Anna, ekki svo. Ég sagði, ég er alveg ennþá að processa það. Það er skiljanlega. Ég ætla líka bara að segja, þú veist, við erum búin að ná mjög langt á stundum tíma. Þú veist, það er ekki orðið ár síðan við stofnum síðan og við erum strax konar með ósmikið fylgjendum, mjög mikið framförum, náð. Við erum að tala við kennarasambandi sem gerir eitthvað, sem er leiða til einhvers vonandi breytinga vonandi, og svo hefur við talað við hverja voru Reykjavíkurborg, sem voru Reykjavík sátu fyrir Reykjavík. Já, í Ofbeldisvarðanefnd. Ofbeldis, og ég meina nú er að tala borgarfulltrúa. Nei, þetta líka sýnir bara virkilega að fólk hlusta á þessu halda og já. Já, við komum líka minni í UNICEF líka, þá gerðum við hana töluðum við þar og því var streymt í alla skóla, grunnskóla landsins og þau voru skylda þannig að skylda að hlusta á þetta og þá vorum við að koma með góða athugasemdir eða þannig. Góða punkta. Góða punkta, já.
sem voru hjálpuðu til. Vel gert, mjög vel gert. Takk fyrir. Eitthvað sem þið viljið svona bæta við að lokum? Þetta er persónulega mjög svona áhugavert málefni fyrir mig. Já, ég geti náttúrulega talað þetta, en eitthvað svona sem þið viljið bæta við að lokum, bara svona tengist þessu öllu saman. Við náttúrulega hvetjum fólk til þess að fara inn á Instagram og skoða reikninginn Antirasistarnir, mjög flott og mjög fróðlegt allt sem kemur fram þar og við höfum verið að fjalla í þættinum. Ég náttúrulega, ef ég held áfram það gæti ég bara enda með að tala í 2 tíma. Já, við vorum að fyndi bara núna fyrir einhverjum 2 dögum og fyndi náttúrulega að vera bara 1 tími, 1 klukktími eitthvað og eftir vorum að tala bara í 2,5 tíma, sko. Þannig, þetta var, já, maður getur alveg tala endalaust þegar maður fer út í þetta allt, sko. Þannig, ég held að sé bara að ná okkar máli fram. Ekki bara í stundmáli, þú segir að fylgja okkur á Instagram, hlusta á hlaðvarpið sem við erum með og síðan bara notast við síðan okkar til þess að fræða aðila sem þið þekki eða þurfi á fræðslu að halda eða þið eigi kannski bara lítið börn og eitthvað vantar fræðslu. Þannig að við erum skilur hér til það til þess að hjálpa og fræða og erum alltaf tilbúnar að svara spurningum. Og ef við getum ekki svarað þá munum við vísa á stað sem að svara. Ef þetta eitthvað spurning sem við kannski höfum ekki upplifun á, kannski tengist ekki því kannski almennilega vera svartur, kannski bara þetta tengt einhverju öðru minnihlutahóp sem við kannski erum ekki partur af, þá getur leitt spurninguna þangað, það ekkert mál. Það líka alltaf hægt að googla. Já, einmitt. Alltaf hægt að googla. Góður punktur. Hvað hægt að finna hlaðvörpin? Undir hvaða nafni? Það Antirasistarnir á bara öllum helstu streymisveitum. Það á Google Podcast, Spotify, Apple Podcast. Ég setti á svo mörg podcast streymisveitur, ég veit ekki hvað allar heita. En ef þú bara leita á einhverjum þá myndir þú að finna þetta. En mynd ekki örugglega. Anchor líka. Anchor líka, já. Frábært. Ég þakka ykkur kærlega fyrir og ykkar mikla vinnu. Takk fyrir. Sömuleiðis. Sömuleiðis. Þetta var Hin Reykjavík. Takk fyrir að horfa.